Í þessum þætti af hlaðvarpi Almenna ætlum við að fjalla skiptingu lífeyrisréttinda á milli hjóna, en það málefni sem hefur af og til verið í umræðunni. Við höfum fengið til okkar góðan gest til að fjalla málið, en það Þórey S. Þórðardóttir, framkvæmdastjóri Landssamtaka lífeyrissjóða. Þórhildur Stefánsdóttir, einn reynslumesti ráðgjafi Almenna, tekur einnig þátt í umræðunni, en sjálfur heiti ég Halldór Backman og kynningarstjóri Almenna. Fyrir þá sem ekki hafa spáð í lífeyrismál, hvað snýst þetta? Þetta snýr að mjög mikilvægu úrræði sem að hjónum og sambúðarfólki stendur til boða. Það að jafna stöðu sína þegar kemur að ellilífeyri. Það mismunandi hvernig verkaskiptingu háttað milli hjóna og sambúðarfólk. Sumir eru útivinnandi, aðrir taka kannski meiri ábyrgð á heimili og barnauppeldi og slíku, þannig að tekjumunurinn þar af leiðandi kannski á lífsleiðinni á meðan þau eru að vinna sameiginlega sínum málum og hafa búið til einhverja verkaskiptingu, þannig að sá einstaklingur sem hefur verið meira starfandi á vinnumarkaði og þar af leiðandi verið með tekjur og áunnið sér réttindi lífeyrissjóða, hann getur staðið betur á vígi þegar kemur að lífeyristöku. Og það mjög algengt að hjón vilji jafna þessa stöðu eins og annað sem þau eru að gera sameiginlega. Og þá hægt að gera samningu skiptingu þegar áunninna réttinda, það sem þau hafa þegar áunnið sér í hjúskap eða sambúðartíma, og svo geta þau hugað að og gert samning þannig að bara iðgjaldinu sé í rauninni skipt, þannig að þau eru að áunna sér bara réttindi áfram. Og síðan líka hægt að gera svokallaða greiðsluskiptingu sem að getur skipt máli, sérstaklega þegar fólk er orðið eldra. Ef það eru hjúkrunarheimili eða slíkt, þá bara skiptir það tekjustreyminu sín á milli. En þetta eru ólíkir samningar. En það sem skiptir öllu máli það að fólk setjast aðeins niður og hugsa hvernig staðan þeirra og hvort þetta sé eitthvað sem þau þurfi að huga. Er þetta eitthvað sem hefur verið lengi hægt? Lengi verið hægt að gera þetta? Já, þetta hefur verið alveg frá 1998 möguleiki að gera svona samninga, en því miður þá alls ekki nógu algengt að fólk hugi að þessu og gera slíka samninga, en það alls ekki hægt að segja þannig að allir eigi að gera samninga um skiptingu ellilífeyris, það alls ekki þannig. Þannig að fólk þarf virkilega að setjast niður, fara til síns lífeyrissjóðs, fá góðan ráðgjafa eins og Þórhildur sem þekkir þetta alveg aftur og bak áfram og hefur leiðbeint fjölda manna það hvort að það eigi að gera svona samninga eða ekki. En ég held að það skiptir mjög miklu máli að fólk gefi sér tíma og hugi sína stöðu. Það ekkert algilt svar, já eða nei, og alls ekki að hvetja allir til að gera svona samninga. Því að í ákveðnum tilvikum bara talsvert varasamt að gera svona samninga. Því að það býr til ójafna stöðu. Hentar mörgum að skipta lífeyrisréttindi? Það hentar kannski ekki öllum og þannig að það þarf að skoða mjög vel hvort þetta borgi sig eða ekki. Og þannig að mörgum kannski í dag að þá eru báðir aðilar útivinnandi, kannski með svipaðar tekjur, að þá skiptir þetta engu máli, bara réttindin eru það sömu hjá báðum aðilum. Sem hjá kannski sé að sömum að þau kannski með lág lífeyrisréttindi voru kannski ekki út allan vinnumarkaði en voru kannski hjón bara mjög svolítið svipa og munu kannski það líka fá greiðslur frá Tryggingastofnun, þannig að það verður ákveðin svona jöfnun í gegnum Tryggingastofnun. En hjá sumum hjónum að sambúðarfólki að þá kannski verið mikill munur, að þá getur líka borgað sér vel að fara að skoða hvort að það sé rétt að gera þetta. En þá þarf að taka tillit til annarra þátta eins og til dæmis makalífeyrisrétt. Því sumir í eldri sjóðum að það til dæmis réttur á ævilöngum lífeyrir og það til dæmis hjá ríkisstarfsmönnum í B-deildinni þar og líka eins og hjá okkur. Í sjóðum hjá okkur þá eru læknar með geymda rétt og lífeyrissjóð lækna, þar var ævilöngum makalífeyrir og þá til dæmis kannski ekki alveg rétt að fara að skipta 50% að þá það maki sem átti hærri lífeyrir. Ef hann lifir hinn aðilann þá hann með mun lakari lífeyrisrétt heldur en það hefði verið á hinn veginn. Því að hinn makinn á þá rétt á makalífeyrir og á helmingnum ellilífeyrir þá hann bara mun hærri tekjum heldur en sá aðili. Og ég var akkur bara núna í dag var aðstoða fólk að vera að skoða þetta og þau voru með svona mikill munur á milli réttinda og okkur sýndist að það verður mest að fara að skipta 25%. En það þarf að skoða mjög
vel hvernig þetta Síðan líka kannski svona, fer í svolítið miklar umræður að tala fólk alveg hvenær deyr maður eða hvernig vænta lífslíkur einhvern öðruvísi milli hjóna. Þannig að ég hafði bætt einu svona í fjölskyldum minni þar sem mikið langlífi en annar aðili þarf ekki eins mikið langlífi þar og sá á mun minni réttindi. Á að skipta réttindi þá. Þannig að þetta þarf svona að margar hliðar á þessu. Þannig að það ekki eitt rétt svar. Bara fólk þarf bara að skoða, kanna alla rétt og allir geta farið inn á, fólk kannski ekki alltaf í sama lífeyrissjóðnum og fólk getur farið inn á sinn sjóðfélagavef í sínu lífeyrissjóði og farið í svokallaða lífeyrisgátt og þá sér maður hver réttindi maður sér í öllum lífeyrissjóðum. Þannig að hjón geta kannski verið bara að horfa saman á dæmi alveg bara hver þín réttindi, mín réttindi og síðan líka fara að kanna þetta með makalífsréttindi og síðan líka bara fá ráðgjöf í lífeyrissjóðum sinni. En einhvers staðar, þetta á þetta einhvers staðar alls ekki við? Já, það það sem Þórhildur kemur einmitt inn á að fólk þarf svolítið að átta sig að þetta tekur aðeins til ellilífeyris. Svona samningar þá ertu bara að skipta ellilífeyri en hefur engin áhrif á önnur réttindi í lífeyrissjóðnum og þá skiptir makalífeyrir svo miklu máli. Ef hann mjög sterkur eins og á við í svona gömlu hlutfallssjóðunum, B-deild LSR og sveitarfélagasjóðunum eins og Þórhildur kom inn á, þá getur verið bara mjög varasamt að gera svona samninga. Því að þá fólk að búa til mjög ójafna stöðu. Því að þá makalífeyririnn, þá hann tiltölulega hár og reiknast af þeim réttindum sem sjóðfélaginn á í sjóðunum og hann greiddur ævina. Og ef þau fara að skipta síðan ellilífeyrinum, þá situr í rauninni makinn eftir með betri réttindi heldur en sjóðfélaginn. En fyrir svona ungt fólk og þeir sem ekki í þessum hlutfallssjóðum, gömlu B-deildarkerfunum, þeir eiga svona hugað þess að þá tengist þetta meira hvort að fólk sé á vinnumarkaði, þannig að það mjög algengt að konur sé oft í hlutastörfum og annað meðan það í barneignum og þá þarf fólk að setjast niður og sem bara hvernig staðan á mér og hvernig viljum við hafa þetta. Já. Og það sem að mér finnst svolítið sorglegt að fólk gefur sér ekki tíma til þess að huga þessum málum nema helst þegar það að skilja eða slíta samstarf. Og þetta alls ekki hugsað sem skilnaðarúrræði. Auðvitað ágætt að gera svona samninga til þess að jafna stöðuna við skilnað eða sambúðarslit, en hins vegar ekki síður mikilvægt að gera svona samninga á meðan allt leikur í lyndi. Af því að staða hjóna og sambúðarfólks þegar kemur að þessum réttindum getur verið mjög mismunandi. Já. Hvað með aldursmörk? Getur maður bara ákveðið þetta hvenær sem faktískt? Sko varðandi þessi þegar áunnu réttindi að þá þarf að vera búið að gera skiptingu fyrir 65 ára aldur þess sem að eldri Þannig að fólk þarf að huga þessu í síðasta lagi fyrir 65 ára aldur ef það ætlar að skipta þegar áunnu réttindi. En það getur skipt framtíðariðgjaldi og það getur skipt greiðslum. En svona samningar eru ekki afturkallanlegir. Fólk getur ekki gert svona samning og hætt svo við. Já. Þannig að það þarf að huga því, þetta eitthvað sem á við okkur? Og við vitum aldrei, eins og Þórhildur segir, þótt að sé langlífi sumstaðar og annað, þá vitum við aldrei hver morgundagurinn og hver næstur og sem betur fyrir ekki. Og þannig að fólk þarf bara að huga því hvernig viljum við svona jafna stöðuna. Og það ekki hægt að ganga út úr svona samningi afturvirkt og segja, já, nú ég hættu við og ætla að fá tilbaka. En fólk getur horft á, já, það var eins gott að við gerum svona samning, þannig að annars stæði ekki uppi með mjög lága lífeyri, eða fólk getur hugsað, nú gerði ég svona samning og maki með jöfnuna. Fólk í rauninni bara jafna svona áhættuna sín á milli. Og lífeyrissjóðnum, af því að það eru heyrt líka svona gagnrýni á lífeyrissjóðakerfið að þeir séu bara að græða og eitthvað slíkt en lífeyrissjóðnum stendur alfarið á sama það hvort að einstaklingar sé að gera svona samninga eða ekki því að það bara jafnt á milli, það bara reikna þannig að sjóðurinn stendur eins af vígi. Þannig að fólk rauninni bara svona jafna þessu sín á milli.
En það er eitt annað þegar fólk sækir að skipta áunnum réttindum þá þarf fólk að fara til læknis og læknisvottorð og það má raunar ekkert verið heilsufar fólk sem hefur áhrif raunar á lífslíkur. Þannig að það borgar sig kannski ekki endilega að bíða alveg til 64 ára. Ég fengi ykkur sem eru bara líka 5 daga í 65 ára aldurum og svoleiðis. Þannig að fólk sé líka hraust með það að gera þetta. Þannig að lífeyrissjóðir geta hafnað skiptingunni ef það er líklegt að þetta hefur áhrif á réttindi sjóðsins. Þannig að segjum til dæmis að ef fólk hefur fengið einhverjar slæma fréttir heilsufar, hefur búin að grinda sem greinast með krabbamein, átt stutt lifað, þá getur þú ekki skiptur réttindi því það hefur áhrif á réttindi sjóðsins. Máttu ekki vera orðin 65 ára þegar þú ferð í læknisskoðun? Þetta þarf að gerast fyrir 65 ára aldurinn. Allt ferlið þarf að ljúka Já, þú verður að koma í læknisskoðunum fyrir 65. Já, eitt sem við datt í hug á það er varðandi skilnað. Þú gerir svona samning, svo ákveður hjá að skilja, hvað gerist þá? Þetta og erfið spurningu og mikil undantekning til þess að. Nei, alls ekki. Það er samningurinn, hann tekur eingöngu til sambúðar og hjúskapartíma. Þannig leið og fólk skilur að þá getur það ekki gert skiptingu á framtíðariðgjaldi en samningurinn stendur eftir sem áður á þann tíma sem hann hefur tekið til og þá er það náttúrulega þegar á hann réttindi. Já, þannig að þá sá sem að hefur kannski sá sem að hefur aflað meiri tekna þarna í því tilfelli þá er hann búinn að missa í raun og veru af þeim lífeyrisréttindum sem að hann aflaði fyrir hann tíma samkvæmt samningnum. Já, þau í rauninu voru bara búin að jafna ávinnsluna á sínum hjúskapartíma. Já. Svo slíta þau hjúskap og þá hefðu þau bara nýja lífsleið og ávinna sér ný réttindi. En það sem að þegar hefur verið skipt að það heldur áfram en það var það og tekur til sambúðar og hjúskapartíma og það er eitt af skilyrðum. Það þarf að vera gagnkvæmt og jafnt og tekur eingöngu til fólks í hjúskap eða sambúð. Og þetta er algjör undantekning frá meginreglunum það þú semur ekkert lífeyrisréttindi. Þau eru ekki, þú máttir hún ekki veðsetja að framselja eða gera nokkuð skapaðan hlut við lífeyrisréttindi og skuldheimtu menn geta ekki komið og gert aðför ef það illa fer og það fer ekki inn í gjaldþrot og slíkt. Þannig að þetta er algjör undantekningarregla það að það sé hægt að gera samninga lífeyrisréttindi sem er í þessu tilviki og það er eingöngu við þau réttindi sem ávinnast á því tímabili sem að fólk er í hjúskap eða sambúð. Þannig sem þú fáir komið nýja makar búin að vera kannski sem bara 60 manneskja komin í nýtt sambúð og búin að vera maka í 1 ár og þá getur hann ekki skipt réttindunum sem hann var búin að ávinna sér áður en þessi sambúð hófst. Þannig að öll gömlu réttindin þarf ekki hægt að skipta þeim, en þá ertu bara að fara að skipta því sem hefur ávinnast eftir að sambúðin hófst. Nákvæmlega. Ég mæli bara eindregið með að fólk kynni sér stöðuna. Alls ekki að hlaupa til, því að þetta á alls ekki við alla. En alveg verðt að skoða sína stöðu og bara mjög mikilvægt að gera það. Og ekki bara ef fólk er að huga því að skilja eða slíta samvistum. Og það hefur nefnilega verið raunin að það virðist vera miklu algengar að fólk sé að gera svona samninga sem einhvers konar skilnaðarsamninga frekar heldur en að huga því hvernig er staða okkar. Og í flestum tilvikum þá vill fólk að svona fjárhagsstaða þess og það sem það er að vinna saman á meðan hjúskap og sambúð stendur að það sé nokkurn veginn jafnt. Og þetta er til staðar í löggjöfinni og bara að gera að fólk kynni sér þetta og ræði þetta sín á milli. Og gagnvart öðrum því að þetta sé bara mjög mikilvægt að fara í gegnum þessa hugsun og átti sig á því er þetta eitthvað sem við þurfum að gera eins og bara með annað í fjármálum milli hjóna og sambúðarfólks bara að huga því hvernig er staðan svona yfir höfuð. Já, er þetta ekki bara ágætt lokaorð bara kannski eitt lokaorð Þannig að ef fólk hefur áhuga að láta vera að skipta lífeyrisréttindunum sínum þá er inn á vefsíðunni lífeyrismál.is eða fyrir spurt og svarað þá er möguleika sem skipting lífeyrisréttinda að þá getum við nálgast samninginn skiptinguna og öll þau gögn sem tengjast þessu. Já, og svo að gera að leita til síns lífeyrissjóðs og fá ráðgjöf.
og eins og Þórhildur kom inn á að fara inn á lífeyrisskattina gegnum sinn innri vef, fá þá fyrst svona heildarsýnina og ef að fólk með svipuð sambærileg réttindi að þá kannski engin ástæða til þess að gera svona samninga. En svo eitt sem ég vil vara fólk við líka, ef það skiptir starf, ef gert svona samning og að skipta framtíðarréttindum, að þá þarf að huga því að nýji lífeyrissjóðurinn sem meðvitaður samningin og fara og skipti framtíðariðgjaldinu. Það ekki sjálfgefið að sá sjóður sem meðvitaður samningin sem í gangi á gamla staðnum og tengist gamla starfinu og iðgjaldinu það. Þannig að fólk þarf svolítið að huga því að það sé verið að virkja samningin þegar fólk í mörgum vinnum og skiptir starfi. Já, ef við tökum þetta saman, þá borgar sig að leika ráðgjafar, kanna bara hvort að það hentar okkur, eða fyrst hjónanna að pari og alls ekki að flýta sér, nota lífeyrisskattina, kanna stöðuna og halda það. Þórey, þakka þér kærlega fyrir komuna í hlaðvarpalmina. Þetta var skemmtilegt. Þórhildur, alltaf gaman. Takk fyrir það. Segjum þetta gott í dag. Takk. Takk.